Já, við ætlum að forvitnast sumar á Selfossi sem að náttúrulega verið að setja í dag. Þetta náttúrulega langar og skemmtilegar hátíðir hérna á Suðurlandinu og við erum alltaf að finna eitthvað svona nýtt og skemmtilegt eitthvað. Þann Guðjón Bjarni mættir hérna til mín sem hjá knattspyrnufélagi Árborgar og svona höfuð og herðar í þessari hátíð. Góðan og blessaðan daginn, minn kæri. Sæl og bless. Já, nú þetta að byrja hjá þér að þú hvað ég að segja? Já, við getum orðað þannig að kannski örtröðin að byrja eða aðalvinnan og stressið og það allt, en við erum náttúrulega löngu byrjar að skipuleggja hátíðina og allt í kringum það, en þetta núna svona allur mannskapurinn bara á fleygiferð og það gerir þetta náttúrulega aðeins meiri stressfaktor í kringum þetta þegar það sem þetta kemur beint í kjölfarið af Vestlunarhelginni. Já. Og núna var náttúrulega risastórt skátamót sem átti sér staðina og var að klárast bara fyrir Vestló og tjaldi var til dæmis að skila sér bara til okkur klukkan 4 í gær og óvíst að það myndi skila sér í gær, en við erum búin að ná að henda því upp og það allt klárt og nú bara verið að setja upp sviðið og græja allt inn í tjaldinu, þannig að það verður allt tilbúið fyrir 50 daginn. Og svo náttúrulega setningi núna í fullum gangi og miðasalan fara að byrja núna klukkan 4 út í bónus þannig að það eitt og annað og við erum bara með puttan á púlsinum og hendust á milli. En það þá miðasala á tónleikana allavega á föstudagskvöldinu. Eitthvað meiri miðasala semst út í bónus núna? Já, við erum semst byrjaðar að selja núna á tónleikana með Aron Kahn og Alexander Jarli og Birni og Flóna, semst Suðurlandsskjálftan. Já, sem er á morgun. Já. Og svo það Björgvin Halldórsson á föstudaginn. Þetta eru þessi 2 tónleikar sem við erum að selja inn á. Annað frítt, það frítt á Rökkvi í kvöld klukkan 9 í Tryggvaskóla og svo náttúrulega frítt inn á Stuðlabandið á laugardaginn. Þannig við byrjum á fríum tónleikum og endum á fríum tónleikum. Já. En það hefur nú yfirleitt verið þannig með föstudagstónleikana, það hefur nú yfirleitt verið svona nokkuð uppselt. Já, það undanfarin, hvað ég að segja, 3 ár hefur eiginlega bara verið uppselt. Það hafa hvort það hefur verið 1 eða 2 miðar eftir fyrir maka leikmanna sem hefur verið að láta renna, en þetta hefur alltaf klárast upp hjá okkur. Þannig að borgar sig að taka í fórsölu? Að borgar sig að taka í fórsölu, heldur betur, og við erum sem sagt í rauninni að þannig núna að við erum bara með jafn stórt tjaldi fyrra og í fyrra og tjaldi í fyrra var fullt og þannig að við, ef það verður sambærileg mæting núna sem við gerum ráð fyrir, þá verður tjaldið smekkfullt. Það myndast einhvern veginn svona ótrúlega stemming. Þetta svona borð og bekkir og einhvern veginn allir mæta bara í lopapeysunum og þetta svona smá útihátíða stemming. Já, þetta það og útihátíða stemming meðal bæjarbúa í Sigtúnsgarðinu sem glæsilegu bæjargarður sem við getum verið stolt af og við, þegar þú einhvern veginn setur upp tjald, góða tónlist, veitingar á væguverði, ódýrt inn, þar sem fólk getur bara komið og notið og verið í góðum félagskap að þá yfirleitt nærið upp góðri stemningu. Já. Og það það sem við erum bara að stuðla með þessum tónleikum. Við erum ekki meðan að ölkerinn gefur okkur góð verð, að þá höldum við verðinu og öllum veitingu niðri. Með við náum góðum samningum við skemmtikraftana, þá höldum við því niðri og við erum ekki búin að hækka verð á þessa tónleika núna á 4. ár. Nei, ég voru að hugsa að það búið að vera sama verðið á það. Já, og að því þetta snýst ekki um það að okra á fólkinu, heldur snýst þetta að búið til samverðstund fyrir íbúa sveitarfélagsins Árborg. Og skemmtun. Að sjálfsögðu. En með þessa föstudagstónleika, ég veit að þið hafið svona oft haft í huga einhverja tónlistumenn sem ykkur langar að fá. Eru þið með eitthvað svona lista sem að þið vinnið úr? Já, við gefum ekkert upp um það, en vissulega erum við búin að reipa niður nokkuð nöfn og erum alltaf á ári hverju að reyna að fá þau nöfn sem okkur langar og við vorum til dæmis búin að reyna í 3 ár við Björgvin Halldórsson og náðum honum loksins núna. Hann búin að koma staði hvað þetta eru skemmtilegir tónleikar. Já, hann sagði það í viðtali hann hefði heyrt af því að þetta væri frábæri tónleikar að koma og taka þátt í og hann loksins lét sig segjast og ætlar að mæta í tjaldi hjá okkur núna og haldi upp í góðri stemningu. Það er bara geggjað. En þetta allt saman að byrja samt í dag og það náttúrulega bara það eru náttúrulega ýmsir menningar viðburðir og listaviðburðir sem í boði náttúrulega á þessari hátíð núna eins og hefur verið. Já, við svona reynum að setja þetta svona í sambland. Það annars þessi tónlistaviðburðir sem við erum með
og svo það svona lista og listaviðburðir og við erum með til dæmis eins og alltaf í samstarfi við bókasafnið alltaf mjög stór listasýning og núna það listasýningin Endurspeglun sem með henni myndlistasýning Ísabellu Leifsdóttur og snýrum að svona endur nýtanlegum hlutum, hvernig hlutum sem við hendum og sjáum ekkert noti, að hún ætlar að sýna okkur hvernig við getum gert eitthvað nýtsjanlegt úr þeim. Já, ég skildi þetta þannig að það var sett inn á íbúar á Selfossi í morgun og þá mega sem sagt í rauninni íbúar það kíkja með eitthvað til hennar, ég skildi það þannig, eða þá að fá að hluta til eitthvað hjá henni og gera einhverja listmunni eða eitthvað úr svona endurnýtanlegum hlutum. Það akkurat þannig. Þetta svona bæði það að koma og sjá hvað hægt að gera og líka að bara ræða við hana og finna alls konar lausnir og hlutum. Þannig að við erum okkur finnst þetta mjög áhugaverður vinkill inn í hátíðina og það nú oft talað að við erum að stuðla að minni matarsóun og þá lítur þetta að vera í takti við það líka. Algjörlega. En svo í sirkusin á svæðinu líka var á síðustu helgi uppbúin að vera í vikunni og ætlar að vera núna helgina í Sigtúnsgarðinum. Þau eru með tjald sem að fer nú ekki fram hjá neinum. Nei, það fer ekki fram hjá neinum og núna þetta að verða eins og einhverja risastóra tjaldborgir þetta eftir að við settum upp hátíðatjaldi. En þeir eru með mjög flotta sýningar í gangi sem Róló og Litli sirkusinn og við hvetjum náttúrulega allir til þess að fara og sjá það hjá því það náttúrulega forréttindi að fá svona glæsilega sirkus á svæðið og endilega reyna að nýta ykkur það og sérstaklega þessum náum að tengja það svona inn í hátíðina til þess að gera hana ennþá glæsileg. Já, nákvæmlega. Svo setningarathöfnin klukkan 6. Já, hún verður bara með svona sama íva, hún hefur verið, þar munum við kynna inn kynni hátíðarinnar og ég held að það fari svo sem ekki lengt með það, þú veit ég munum kannski uppljósta reyna núna en það okkar eini sanni Magnús Kjartan sem mun sjá það, hann er hátíðinni velkunnur og hefur unni með okkur í þessu og stækka með henni með okkur og við erum ótrúlega þakkláttir að hafa hann innan okkar raða. Hann hlutað okkur bara? Fyrir hann ekki að spila bara með Árborg, hvernig enda það? Jú, það lítur að enda bara þannig. Ég vissum að hann spilar allan með okkur í draumum sko. Já, nákvæmlega. En svo á morgun eru BMX Bros og þeir ætla að vera með sýningu vantilega inn í Sigtúnsgarðið, það ekki? Jú, það unni sko, til þess að klára kannski daginn í dag þá náttúrulega er það Rökkva sem að spila sem í Tryggvaskála og vil taka það fram að það er svona mjög áhugaverð og svona skemmtileg tónlist sem þeir hafa upp á að bjóða og eru búin að vera að spila á Airwaves og eru mjög flott hljómsveit og við erum búin að setja inn á Sumar á Selfossi sína link með þeim inn á YouTube rásina þeirra sem þið getið fara og kíkt á lög sem að þau hafa gert fræg og fengið þó nokkra spilun út á stöðum þannig við hvetjum allir til þess að kíkja á það og það held ég að sé bara svona mjög skemmtileg viðbót því að nú erum við náttúrulega komið með fyrsta skipti tónlistaviðburð á miðvikudegi líka þannig að þetta er orðið 4 daga prógram en varandi 5. daginn þá það náttúrulega alveg rétt að þá erum við með BMX Bros og við erum að gera það í samstarfi við Pulsvagnin er að bjóða okkur upp á BMX Bros í sætt íbúðum bæjarins er að bjóða þeim upp á glæsilega sýningu hjá BMX Bros og við höfum ákveðið að hafa þetta á 5. daginu til þess að tengja þetta inn í tónleikana 50. tónleikana þannig að þeir rauninni starta fjörinu. Þeir voru á miðvikudegi fyrir það ekki? Þeir voru á 5. degi fyrir líka. Ok. Þannig að þeir hafa svona starta 50. fjörinu og svo kemur hörku tónleikar í kjölfari með Arni Kahn og Alexander Jarl og Birni og Flóna. Ég viðurkenni það að þetta eru kannski ekki menn sem ég þekki mjög mikið, hefur hlustað mikið á en mér skilst að þetta sé það heitasta í bransanum í dag eins og sagt er. Já, ég er bara nokkulega samastað og þú þannig að við erum bara eins í þessu. Við erum bara viðkennað það. Jú. En já, svo er náttúrulega fléttast svona aðeins inn í þetta að Veiðisafni og Stokkseyri og hérna kringur svona aðeins að dekta inn í þetta líka. Já, og við erum núna í dagskráni að þá svona ákveða við aðeins að því að þetta er sveitafélagið Árborg sem er að vinna með okkur í þessari hátíð og við viljum auðvitað benda á þá hluti sem eru svona inn í kringum okkur og þá tókum við og settum saman svona smá grein menningu og annað sem býr við bakkan, Eyrarbakka og Stokkseyri og hvetjum fólk endilega til þess að reyna að rúlla þarna niður og skoða það, ég meina það er Draugasetri, það er Norðurljósasafn, það er Veiðisafn, það er bara allt sem við vilt fá. Algjörlega. Þannig að það er að gera að kíkja þarna og kajakferðir og það er alveg ótrúlega mikið. Húsið og Eyrarbakka og fleira, ótrúlegt magna af frábærum söfnum sem er í boði. Algjörlega og ég bara hvet fólk eindreið til þess að taka rúnt þarna einhvern tíma núna yfir hátíðina
og kíkja þarna niður. Já, en svo hefur verið valin sko fallegasta gatan í Árborg og svo hefur verið valin líka svona vinsalasta gatan. Já. Og það alltaf mikil keppni það, ég veit það alveg. Og núna þetta í rauninni orðið svolítið þannig að þið eru ekki lengur að búa til skilti fyrir hvert ár. Þannig að það var tróðfyllast bærni skiltum. En þetta er orðið svona eins og farandbyggar. Þetta er svona, það er ein gata sem bara er valin núna og þá fyrir skiltið vantilega frá því fyrra Hárrétt. Og þannig ætlum við að gera þetta og svona hvað og hverju fyrir við að fækka þessum skiltum það sem er skemmtilegasta gatan árið 2007. Við ætlum bara að fá leyfi til þess að taka þetta niður og því að við viljum hafa þetta þannig að þetta snýst það að vera skemmtileg frá ári til árs. Akkurat. Og það er ekki bara nóg að vinna byggarinn einu sinni og setja svo í helgan stein. Nei. Og þannig held ég líka að það skapi svona skemmtileg stemning í bæjarfélaginu í kringum þetta og auðvitað er alltaf gaman þegar allir taka sér saman í göttunum og búa til mikla stemningu. Það er bæði þjappa náttúrulega íbúin saman og líka bara kallar á svona aðeins meiri umferð inn í göttuna meðan þetta og spjalla og hvernig gerir þið þetta og þetta skapar svona ákveðna stemningu. Já, gerir það. Og það er ótrúlega gaman fyrir okkur að upplifa það hvernig bæjarbúar eru að taka þátt í þessu og gera þetta miklu skemmtilegra. Það er sko sérstaklega Facebook síður fyrir sko bláa hverfið, rauða hverfið, held ég græna hverfið, ég er bara nánast öll hverfi með einhverja Facebook síðu og það er verið svona að plotta svona sína milli með skreitingar og annað. Já. Þannig að það er bara gaman. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þetta þú veist, ég held að íbúar gerir sér kannski ekki grein fyrir því hvað þetta er ótrúlega stór partur og hvað þetta hefur gert mikið fyrir þessa hátíð. Vegna þess að allt þetta hjálpar til við að gera umtalið hátíðana betri og skemmtilegra og bara faglegra og það gera það verkum að fyrirtæki og aðri sem við höfum leitum til aðstoð kringum hátíðina, það er miklu meira tilbúið til að hjálpa því það sér hvað þetta skiptir bæjarfélag miklu máli. Já, nákvæmlega. Og það er það sem við erum svo ótrúlega þakklátir fyrir, það er þessi samhugur sem er í sveitafélaginu að gera þessa hátíð glæsilega. Og þetta getur ekki skipuleggjendur hátíðarinnar gert, þetta eru íbúarnir sem gera þetta. Já. Þannig að við erum ótrúlega þakklátir bara svo það sé komið mjög skýrt fram. Nákvæmlega. En svo náttúrulega laugadagurinn kannski svona aðaldagurinn í þessu öllu saman. Og það náttúrulega morgumaturinn í hátíðartjaldinu. Já. Hann náttúrulega bara fastur liður og hefur verið í fjölmörg ár og hérna sá sem að ekki ætlar að vakna og mæti í morgumat, hann að missa miklu. Já, það er alltaf mjög skemmtileg svona stemning þegar við erum búin að vera þannig langt fram til kvöldi á föstudeginum með svaka tónleika að ganga frá og rigga upp eftir það fyrir morgumatinn. Það farið að byrja að skera niður. Já, farið að sofa klukkan 1, 2 eða 3 jafnvel, vaknaðar aftur þannig klukkan 7 undirbúa morgumatinn klukkan 9 en þó að menn séu allar búin að taka neitt svefn í kringum þetta þá það er alveg ótrúlegu kraftur og svona stemningi sem alltaf í kringum morgumatinn. Svo þegar við sjáum fólki bara koma og streyma inn og bara ánægjuna bara hjá fólki yfir því að þetta sé að vera að gera það fyrir það gefur manni svo mikið búst. Já. Það er það sem að færa okkur til þess að vilja halda áfram að gera þetta. Það er allt þetta þakklæti og svona þetta jákvæð umtal sem er kringum hátíðina og það er svo gaman að fylgjast með hvernig fólk er miklu meira að reyna að vinna með okkur og benda á hluti við okkur sem að betum að fara í staðan fyrir að vera hver í sínu horni að nöldra og tuða og reyna að grafa undan hátíðinni. Og það erum við ótrúlega þakklæti fyrir og það er margt sem hefur verið betrumbætt í kringum það. Til dæmis bara svo rennsli í morgumatnum, fyrst voru að lenda í miklum röðum og það var allt í pati og vorum bara með eina umferð inn, svo bara komum við rætt við okkur, væri ekki bara skynsamlegra að hafa bara báðu megin, vinna með þetta, svona hlutir til þess að bæta hátíðina eru bara frábærir og þessi fyrirtæki, ég meina Guðnabakari, Samkaup, MS, Krás, HP, Ölgerinn, Flytjandi og Bónus, menn þetta er bara ótrúlega að þau séu tilbúin að standa í þessu ár til ár. Já, nákvæmlega. Og við erum ótrúlega þakklátt fyrir það. En svo náttúrulega brúarhlaupið, nú þurfum við að fara aðeins að hlaupa hrætt yfir, en það er brúarhlaupið, þarna byrjar morguninn. Já. Og við ætlum að reynda að fara að forvitnast aðeins betur það á eftir. En það er Helgi Haralds aðalmaðurinn. Já, hann ætlar að vera línni hjá mér eftir, þannig að við fáum að forvitnast það. En svo náttúrulega sprellegtæki og ýmislegt annað sem verður í boði eftir hádegi. Já.
og við höfum haft það bara þannig á hann háttinn að við höfum bara boðið það hefur óskað eftir að koma með afþreyingu inn í garðinn og við munum ekki standa í vegi fyrir því. Ég mun að sprelleiktak að koma og skemmtigarðurinn að koma og það loftboltar og þannig að þarna verður sko leysetak, bókfimmi, vatnaboltar, loftboltar, sprelleiktaki. Þannig að þetta allt atriði sem hlutir sem mun kosta í, en svo erum við náttúrulega með viðburð þarna eins og Fróðufjörið og barnadagskrána sem bara fríu fyrir alla. Og við náttúrulega sérstaklega eins og Fróðufjörið sem búin að ört stækkandi og er frábær viðburður sem í búið Njútral og Brunavarn Árnessýslu að það bara verður alltaf glæsilegra og er orðinn eitt stærsti viðburður hátíðarinnar. Þannig að það allt, afþreyingin í boði, eitthvað sem kostar, eitthvað sem frítt og þetta bara eins og gengur að gerast í svona hátíð. Já, nákvæmlega. Hann ekki bæjarfélagi sem sérst Árborg sem að halda hátíðina, heldur knattspyrnufélagi Árborgar sem stendur fyrir henni. Já. Þannig að eðlilega. Algjörlega, það verðist oft gleyma að setja knattspyrnufélagi þetta fyrir framan. Já, nákvæmlega. En þetta verður skemmtilegt og svo náttúrulega göngur Selfoss klukkan 16 sem við ætlum að fá að vita eins bara betur á laugardaginn og þetta að lesa í dagskráni. Menningargangan sem Kjartan hefur verið með, hún bara ótrúlega og bara ekki missa af henni. Ég held að það hefur verið metáttöku fyrra 200 manns. Vá, en gaman. Hann ætlar einmitt að kíkja til okkur á laugardaginn og skýra þetta eins betur út. En svo fara bara allir heim að grilla og svo sléttasöngurinn klukkan 21:45. No. Og það fara yfirleitt allir svona í kringum 9 í síðasta lagi að koma sér fyrir yfirleitt svona hérna ég verði vist að segja á sléttinni en ekki brekkunni þannig að í skálinni, ok. En það er náttúrulega Magnús Kjartan sem ætlar að sjá sléttusöngin. Já. Og við erum svo heppin líka 3. ári í röð fáum við að útvarpa í beinni sléttusöngnum. Það er Vélsmiðja Suðurlands sem ætlar að bjóða hlustendum upp á það. Og svo er flugveldasýningin í bóði B.A. Bílars B.A. Já. Hún er alltaf stórglæsileg. Já, bara útrúlega flott sko. Og þeir eru mikið hróskili, Bílars B.A. er náttúrulega stæðsti styrktaraðili knattspyrnufélagsins Árborg. Já. Og þessi viðburður er náttúrulega bara til þess að toppa það samstarf sem við erum með ári hverju. Og þeir leggja alltaf mikið í þetta og við erum ótrúlega þakklátir Bílverk fyrir þetta. Akkurat. Setur punktin yfir hátíðina. Já. Svo er alveg sveitaballa hérna í lokin með stuðlabandinu. Það klikkar ekki. Já, ég meina það er bara öllum öðrum böndum ólöstum þá er ekkert band sem er jafn gott stuðlabandi til þess að halda upp svona stuði. Nei, þeir eru aðeinslega. Bjórbandi byrjaði þetta hjá okkur og með fullri virðingu fyrir þeim þá áttu þeir frábært ball en stuðlabandi í fyrra var bara eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður. Og ég ger ráð fyrir því að það er eins og núna, Magnús Kjartan og þessi strákar eru bara ótrúleir. Já, líka fyrir þá sem hafa ekki komið, þá ágætt að koma því til skila til fólks að ég myndi ekki líta á þessum úlingadansleik, alls ekki vegna þess að þarna er eiginlega bara allir aldur að koma saman og bara hafa gaman. Já, bara hárrétt. Og við náttúrulega viljum hvetja líka fólk til þess ef það hefur tök á að það er kannski að minnka byrðirnar sem það setur í töskuna þegar það fyrir í sléttisöngin því að það veit af því að við erum ekkert að okkar á því í tjaldinu. Nei, nákvæmlega. Guðjón Bjarni, við getum alveg spjallað þetta saman í klukkutími og til það væri farið en heldur sem við bara þurfum að fara að setja punktin yfir í. Gaman að fá því í heimsókn og gangi ykkur vel í þessum undirbúningi öllu saman. Bara takk kærlega fyrir og takk fyrir að fylgja hátíðinu svona vel eftir. Takk, sömuleiðis.